Velkomin í föstudagsþáttinn. Febrúar er hálfnaður. Þetta bara tætist áfram. En við höldum okkar striki hér í föstudagsþættinum, fáum til okkar góða gesti og til mín er kominn meistari Jakob. Velkomin. Já, þakka fyrir. Þú ert uppistandari, er það ekki? Jú, mikið rétt. Og margt fleira. Þú ert líka að læra íslensku í háskólanum. Já. En þetta er svolítið svona að taka yfir hjá þér kannski, heyrist mér. Já, þetta hefur kannski tekið svona nokkuð mikinn tíma frá mér. Hvenær hófst þetta uppistand þitt? Þetta hófst núna í lok október 2018. Þá ákvað ég að halda mína eigin sýningu. Í fyrsta sinn? Já. Og sem var líka svolítið svona kannski nokkuð löng sýning, kannski miðað við fyrsta sinn. Sem svona olli því kannski að ég gat haldið fleiri sýningar, sko. Þannig að ég hef svona sýningu, sko. En ekki stekkur maður bara 1 og 3 tilbúin með heila sýningu. Það er einhver aðdragandi. Ertu búin að vera með leikfélagi eða hvað hefur þið verið að bardúsa svona fram að þessari fyrstu sýningu? Ég hef alveg eitthvað verið í leiklist, kannski svona í menntaskóla, en aðalega bara hefur maður alltaf eitthvað verið að fíflast, sko. Já, ok. Og það var nú kannski svona í MR, ég var þar og ég hafði verið kynnir á söngkeppni og eitthvað svona með vinum mínum og fengið smjörð þegar við næst sviðsljósinu. Já, og síðan langaði mig að halda þessa sýningu, þannig að ég var svona að byrja að ljúga að fólki að ég væri með sýningu og þá var komin svona pressa á mig að ég þyrfti að gera það. Já. Og þá svona hringdi ég nokkra vini og baði að hjálpa mér örlítið við þetta að svona bóka sal og þar fram eftir götunum og áður en ég vissi að var ég alltaf búinn að selja upp á sýningu og þá svona verður maður bara svolítið að það var bara dugað að drepast. Já, komin ákveðin pressa á. Já, þá verður maður bara að nýta allar hugmyndir sem maður hefur og bara búa til grín. Það er eiginlega svolítið þannig. Hvar var sýningin, fyrsta sýningin? Hún var á Hard Rock í Lækjargötu. Og hvað rúmar sá salur marga? Það er alveg kringum svona 200 manns. Varstu stressaður? Já, ég var svolítið stressaður, sko. Ég held að ég fer ekkert að neita því. Nei. En léstu stressið hjálpa þér eða heldur það hafi eitthvað? Já, ég hugsa að stressið hafi alltaf hjálpað mér, sko. Sett svona smá pressu á mig og látið mig vinna. Ég get alveg viðurkennt það að ég stundur svolítið svona, ég getur svolítið latur. Þannig að þegar það er komin pressa, sko, þá alveg bara flýja af stað og svoleiðis strita, sko. Og hvernig leiðir í salnum þegar fyrsti hlátur gusan kom? Hvað gerist? Hvernig getur þú lýst tilfinningunni? Já, þetta er kannski svona ástæðan fyrir maður er í þessu, sko, að maður er auðvitað verðlaunaður alltaf strax. Þetta er ekki eins og að leika einhverju dramaleikriti eða eitthvað og þú bara sérð einhverja dóma frá einhverjum gagnrýnendum út í bæ. Þetta er svona, maður finnur bara strax hvað gengur og hvað ekki og þetta er auðvitað bara góð tilfinning. Og þetta hefur gengið upp hérna, þessi fyrsta sýning. Þú ert allavega ákast að halda áfram. Já, það er bara gott betur en það. Þannig að þetta stóðst undir væntingum og þetta bara gekk betur, jafnvel þú þorðir að vona. Algjörlega, þetta er svona, bara gekk vonum framar. Og fyrir fólk sem er að fylgjast með, þá rétt mistið af sýningunni sem er í kvöld, þátturinn fer í loftið á morgun. En það verður örugglega geggjað sjó hérna á Græna hattinum. En svo ertu með í næstu viku, segðu okkur aðeins frá því. Já, ég hef núna verið með 6 sýningar í Reykjavík og mér langaði að fara eitthvað aðeins með þessa sýningu, þannig ég ákvað að fara núna til Akureyrar og síðan verð ég í næstu viku á Selfossi. Það hefur verið ótrúlega gaman að skemmta þar. Já, þú gerst það áður? Já, ég er svona ekki með sýninguna mína en skemmt á svona einhverju herrakvöldi og þorrablóti og svona og alveg bara svoleiðis Suðurlandi með frábæra stemningu þar. Þannig að mér langaði líka að fara kannski á staði sem ég hef ekki verið á áður, eins og Akureyri. Og nú kannski sjá þetta fleiri og vilja hóa í þig og fá þig kannski austur eða vestur. Hvernig er ekki auðvelt að nálgast þig á Facebook eða einhverjum samfélagsmiðlum? Jú, það er bara á Facebook, sko. Meistari Jakob? Já. Jakob Birgisson. Og síðan er ég nú með eitthvað svona fyrirhugað, eitthvað svona einkasamkvæmi, þá er ég á leiðinni vestur og eitthvað svona. Já. Og þú sagði mér það að þú ert bara bókaður í allar helgar í hin og þessi gig, sko. Þó sýningi, það er kannski ekki mikið pláss fyrir sýningunni þín akkurat núna. Nei, það er svona, ég held ekki samkvæmt dagatalinu núna, ég þarf að skoða það betur en árið er rétt að byrja. Já, það er nú að gera, það er bara þannig.
Og hvað ertu svona helst að fjalla í sýningunni? Getur aðeins sagt okkur frá því? Já, ég svona hef reynt kannski að hafa dálítið svona breiða skírskotun. Ég þetta svona sýning sem kannski hentar flestum aldurshópum. Bara börn upp í sko, bara fólk á níræðisaldri komið. Og þetta svona kannski svona einhver leyti mig og svona mína fjölskyldu svona fyrir aðeins inn í það, bara fjölskyldu líf almennt. Það svona eitthvað sem margir kannast við. Er þetta þá bara venjuleg fjölskylda? Er þín eitthvað mjög spes? Já, bara svona bæði og. Ég kannski svona ræði hérna. Faðir minn stjórnmálafræðingur og hérna. Móðir mín var pólitíkus lengi, þannig að það svona kemur pólitísku heimili. En síðan ræði ég líka hérna bara, eins og ég segi, pólitík og bara svona almennt dægur þras og bara íþróttirnar og já, ég veit ekki hvað og hvað, sko. Bara allt sem að þér dettur í hug og finnst gaman að tala um. Já, og mér finnst kannski mikilvægt líka aðalega bara sama hvað ég tala að ég nálgist það svolítið þannig að allir skilji það, sko. Mér finnst það mikilvægt að sama hvort þú sért, sko, 15 ára og fylgist ekkert með fréttum eða hvort þú sért bara 50 ára og bara horfir alltaf á fréttir. Það finnst mér að þetta ég svolítið að geta sameinað fólk, sko. Hljómar kannski klisjukennt, sko, en það svona en það svona markmiðið kannski að geta skemmt á því. Festa sig ekki einhverjum einum markhópi. Já. En áttu eitthvað svona fyrirmyndir á Íslandi eða bara erlendis ef þú verið að stúdera uppistandara? Já, svona, ég hef svo sem ekkert horft ótrúlega mikið uppistand en ég held klárlega að maður náttúrulega Jón Gunnar var með sýninguna, ég var einu sinni nörd þegar ég var að fæðast og ég horfði mikið á þetta spólu og ég held klárlega að einhver áhuga hafi svona vaknað á þeim tíma og náttúrulega allar þessar vaktir og allt sem hann bjóð til. En síðan eru þetta eins og með Ísland-hópurinn. Já, þú fylgst með þeim, farið á sýningar af þeim. Já, og þetta hefur náttúrulega svona svolítið stækkað þetta, svona gert einhverja svona menningu fyrir þessu. En síðan eru náttúrulega bara margir uppistandarar sem eru góðir og Gerðu þið grein fyrir, sko, uppistand svona að færast í vöxt, finnst mér. Mér finnst fleiri leggja þetta fyrir sig. Heldur að maður þurfi ekki að vera dálítið svona góður í tungumálinu? Er það ekki svolítið lykillinn að þessu, heldur eða hvað? Þú lærir íslensku í háskólanum. Já. Þannig að þú ert áhugamaður tungumálið. Jú, algjörlega. Þetta er verkfærið ykkar, tungumálið, grínið, háðið. Já, ég held klárlega að það sé kostur að kannski hafa góðan orðaforða og svona, en það líka gallið við það að læra íslensku að það líka fólk fljótt að pikka í mig þegar ég fyrir vitlaust með eitthvað orðatiltæki eða svoleiðis. Það var alveg svoleiðis sem að bara snúið upp á höndina á manni, sko. Þannig að það engin miskunn. Nei, ég mitt. En jú, klárlega. Ég held að allt svoleiðis geti hjálpað. En hvað með eins og útlönd, sko? Nú, Ari Eldjárn hefur verið að fara til bara London og skemmta þar. Er það eitthvað sem þú hefðir áhuga á ef að slíkt byggðist? Já, hann náttúrulega líka bara verið í þessu í kannski 10 ár. Já. Og fullt snemmt fyrir því. Já, þú veist, ég vil ekkert útiloka neitt svoleiðis. En ég svona ekki alveg farin að huga því að En ertu með eitthvað svona markmið fyrir því, svona, ég ætla að komast þangað, eða er þetta bara svona meðfram íslenskunni meira, eða hvernig lítur þú á þig? Mér finnst þetta eiginlega vera svona kannski aðalatriði í mínu lífi, svona frekar en námið að ég var alveg hreinskilinn. En ég forðast að setja mér eitthvað svona markmið að fylla þennan sal eða eitthvað svoleiðis. Þetta er meira bara svona markmið auðvitað að geta alltaf bara unnið við þetta eins og ég er að gera núna og svona Ég veit ekki, mér langar bara að halda áfram í þessu og fá að gera meira skemmtilegt og með fleira fólki og vinna með alls konar fólki og mér finnst það svona vera markmiðið kannski og síðan sér maður bara hvað maður er langt í því. Já. Frábært að fá þig, tíminn er hlaupinn frá okkur. Gangi þér vel í uppistandinu og íslenskunni og öllu. Bara takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir að hafa mig.